Góðan daginn, góða fólk. Hvað hétar náttúrulega þessi þáttur okkar? Ég man það ekki. Ég þarf að kanna það. En það neytir ykkur fallegu nafni. Þetta er eitthvað tengt matnum okkar. Og hvatningu auðvitað til þess að borða góðan mat, góðan og hollan mat. Það er svo sem við góðið, það viljum við. En vitum við örugglega hvað hollur matur er nákvæmlega? Ég er ekki viss um það. Við höfum mikið úrval í versluninni og getum valið úr mörgum tegundum og við erum þakklátt fyrir það. Við kaupum unnin mat og minna unnin mat en allt sem við erum að kaupa og seltir í dag er nú eitthvað unnið. Þannig að það getur vel verið örugglega nú að menn kaupi skrokk í heilu, lambskrokk og þá þurfa þeir náttúrulega að hluta hann í sundur og búa til steikurnar og það sem þeir vilja neyta. En allavega algenga leiðin er að kaupa þetta bara í búðinu og henda svo pönnu eða í potti eða hvernig sem það er. Þannig að við erum ekki mikið fyrir það að vilja hafa of mikið fyrir sömu en eru þó neitt til þess að hafa einhvað fyrir einhverju allavega. Hollur matur, jú við elskum hollan mat en á þess að kannski að velta því máli svo mikið fyrir okkur og ég held að sé svolítið áfátt þekkingin á því máli, hún er reyndar hún er til, en þekkingun er ekki svo haldið á lofti. Það er til lítils fyrir mig að vita fullt af þekkingu einhvers staðar í kringum mig sem ég er ekkert að líti sjálfur sem manneskja. En það ætti ég að gera. Það ætti ég að vilja að gera og það er svona smá ýting í þá átt með því sem við erum að gera hér. Að við aðeins veltum þessu fyrir okkur og við sem trúað fólk hljótum því að líka að vilja skoða hvað Guð er að segja hollustu. Við sem við erum að tala í þessu þáttum að ef hann veit það ekki sem skóp okkur og gerði, það hver þá? En til þess að fara þessa leið og vilja þetta í raun og veru, þá þurfum við líka að eiga til trú á Guð. Það er nú númer 1 og 2. Því að þú trúir ekkert á Guð, akkur skildur þó eitthvað sækjast í einhver fræðslu sem hann er með, sem þú hefur hvort þið er enga trú á. En við trúaða fólkið við aftur á móti leggjum okkur eftir að fræðast það sem Drottinn er að segja, ekkert endilega það sem að menn er að segja, þeir segja margt og svo sem margt rétt líka. En margar líka vitleysurnar hafa látið út af sér fara og oft á tíðum lítt grundaða útfærslu á þessu og hinu. Tala svona kannski mest bara að fingur fram ef svo má segja. Og oft svo sem er það ágætis leið en það er ekkert endilega það að vera vel fróður. Til að verða vel fróður þá þurfum við að kanna og kynna okkur efni og þá auðvitað eftir vandað fólk sem lagði vinnu í og leitaði athugasemda og notaði það sem var notað í þetta verkefni og til varð eitthvað sem við getum byggt á. Þannig að einnig þar í raun og veru þurfum við að vera svolítið gagnrýnin á það sem við erum að lesa og kynna okkur. Hverjir eru á bakvið það, hvað liggur til grundvallar og úr hvaða efni við þetta fólk er að móða og vinna. Það er eðlileg spurning þegar kemur að þessum málum því að við viljum vita ef við annar borð erum að fara út í þessa sálma þá viljum við líka vita bara sannleikann. Fæðuna til að mynda
sem svo mikilvægt fyrir okkur að vita einhver skil á, og við svo aðeins verið að drepa á því að krankleiki sem við erum að glíma við og læknarnir þekkja betur öðrum og sjúkrahúsin, ég tel að það megi að miklu leyti rekja hana til fæðunar sem við neytum. Að hún ekki alltaf endilega svo holla fæða sem við teljum vera holla fæðu. Og við erum að grípa kannski þennan pakka og hinn pakkan, og þennan sem við gripum ekki var kannski holla fæðan í hópnum. En við vitum ekki betur en þetta. En Drottinn með kennslu mataræði beint. Það tala fæðu í Biblíunni, það tala fæðuna sem við neytum, það líka tala fæðu í Biblíunni svona í trúarlegu tilliti. Eins og Drottinn segir sjálfur, fæða mín að gera vilja Guðs. Það fæða mín, segir Drottinn. En hann neytti matar og allt sem hann aðeins og aðri menn og þurfti á því að halda eins og bæði ég og þú. En hann sagði, fæða mín að gera það sem faðir minn býður. Þannig að það í tvennu skilningi þetta orð notað fæða. Það er svolítið merkilegt hvernig Biblían sett upp. En við erum aftur á móti að draga það fram sem við setjum í okkur, ofan í okkur. Og við erum hér að benda á það sem orðið segir, sem þá það sem okkur ætlað. Og ég segi og stendi það að það hefur verið og ekkert lagt áherslu á þessi atriði. Þetta kannski ekkert, það er svo sem ekkert verið að ýta á það, en það segir Drottinn það og svolítið gefur þetta út á borðinu, að hann lýsir alla fæðu hreina. Sem ekki undirstrikar það neitt að það sem þú ert að neyta sé endilega hollt. En það er aftur á móti það sem við erum að reyna að draga fram hér, sem hollt. Og ef þú getur ekki treyst orði Guðs fyrir því sem hollt fyrir þinn stóra malla, hvað þá? Þá er fólkið í flest skjól. Þannig að við erum alveg á réttum stað þegar við erum að horfa í orðið til þess að grænslast fyrir þessi atriði. En erum við að því, ég held að sé allur gangur á því og ég held að sé mjög lítið að kristnir menn taki þennan pól í hæðinni og leiti upp stað í orðið Guðs, til að mynda 11. kafla, 3. kafla í 3. Mósebók, 11. kafla, þar sem að allur kaflinn gefinn þessu. Mjög fróðlegt. En það náttúrulega best að hver og einn lesi þetta sjálfur og vegi og meti hvað honum finnst þetta. En ég segi, þú átt til trú og þú verður að trúa því að það sem orð Guðs að segja sé sannleikur. Þetta reyndar í Gamla testamentinu og Drottinn segir sjálfur að Gamla testamenti sé úrelt, en hann sagði hvergi þetta væri ógilt. Væri gagnslaus bókstafur. Þannig ég tel og kenni og segi að það sem til dæmis svona kaflar sé í fullu gildi ennþá. Og svona kaflar í raun og veru að benda mér og þér á hvað sé gott að innbyrða í fæðu. Og mér finnst þetta að vera mjög nákvæm kennsla, því að hann tala þarna óhreint og hreint. Það sem hreint vegna þess að það hollt þér að neyta þess. Óhreint, þá það eitthvað sem væri ekki gott að nota. En menn konur svo langt frá Guði, við vitum þetta, að þeir bara ekkert að velta þessu fyrir sér, þeir bara kaupa bara það sem þeir vilja og allt í lagi með það, ef menn vilja það, þá gera þeir það.
En ég segi og tel og nokkuð viss það að þessi sjúkdómar sem að herja á okkur, bara allt og oft og allt og mikið, og ég rekja til þeirra fæðu sem við erum að neyta. Og ég nokkuð viss það, samt til tekið, að það voru margir sammála þessu. Hvað menn gera aftur á móti annar mál. Við vitum alveg að skepnunni í dag gefið alls konar. Fóðbætirinn, jú, úr hverju hann samansettur? Jú, bændurnir sennilega vita það, en allir velti því svo mikið fyrir sér, en þeir segja að sjá að þetta gerir skepnunni gott og eykur hraða vaxtarins, það nú eitt. En ég held að hraður vöxtur og ofhraður vöxtur komi niður á gæðum kjötsins. Þannig að við getum verið að skoða alls konar þætti sem að verði þess að ég að kaupa kannski, ég segi nú ekki gallaða vöru, en vöru sem kannski ekki alveg það sem hún ætti að standa fyrir. Þannig að við þurfum að, og svo við utan það var allt í lagi að vera með svona þátt sem talar þessi mál þó ekki sé til annars en umhugsunar. Mér finnst þetta mjög áhugavert, en hef ekki sjálfur verið neitt að velta þessu fyrir mér bara fyrir en ég fór að allt í einu að átta mig á því að orð Guðs að segja okkur sannleikann. Ég hef svo sem viðurkennt það 100 sinnum og einu sinni í viðbót að orðið gerir þetta, en ég hef aldrei áttað mig á því hvað fæðuna varðar að þar kennsla líka. Og okkur ekki nota hana eins og alla aðra kennslu sem við erum að nota upp úr orði Guðs, og við erum bæði enn þann dag í dag að kenna meira reyndar upp úr Nýja testamentinu en helling þó úr Gamla testamentinu. Og við spyrðum þetta oft saman í ræðin okkar, og ég sé ekkert athugavert við það. Orð Guðs orð Guðs. En við megum heldur ekki gleyma því að Kristur lýsir lögmálið sem sagt úrelt og segir við mig Konráð, Nýja testamentið þér gefið. En við erum hérna í 3. kafla 3. Mósebók í 11. kafla og það aldrei ekki Nýja testamentið, en þar þessi kennsla hreindýr og óhrein. Hreindýr mér til fæðu, en orð Guðs segir í hérna að óhreint ekki. Þannig minn lærdómur hérna að það einhver ástæði fyrir því að Drottinn segir þetta. Við vorum líka að tala það, og þetta vitum við, að Drottinn veit upp á punkt og prik hvernig líkami minn gerður. Hann skóp mig. Og hver veit það betur en hann. Þannig að það liggur alveg fyrir, hvort sem ég vilji meðtaka það ekki, að ég náttúrulega þarf að borða, það nú bara þannig. Hann hlýtur að vera með það að fæðu sem að mun gera mér gott. Og hann með kennslu sem segir mér hvað ég að eta og hvað ekki. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Þannig við erum með þetta allt fyrir framan okkur, en spurningin hvað við erum að gera með það. Og hér þáttur sem ýtir á þig að taktu við orði Guðs líka hvað þessa hluti varðar. Því ef þú trúir því að orðið viti hvað það að segja, og orðið sé fyrir þig það sem best fyrir þig að gera, þá hlýtur það líka að vera marktækt þegar kemur að fæðunni, eins og við vorum að segja, sem svo mikilvæg. Og við vorum líka að tala það að krankleiki mannskonar sem hrjáir mannkynið
af fæðunni sem við erum að neyta. Og þetta er sannað og þetta er vitað og vísindin öll þau í raun og veru styðja þetta, þó kannski ekki sé hátt talað um það, sem er annað mál. Þannig við vitum alveg fullt af hlutum, en erum ekkert svo mikið að velta fyrir okkur þegar við erum með búðakerruna röltandi verslunina og tínandi í hana þar sem við ætlum að hafa til matar heima, en ættum samt að gera. Og ég segi að verslunin í raun og veru ætti að keppa eftir því að merkja til að mynda kjöturuna sína þannig að það sé alveg greinlegt hvað er hvað. Og hún getur það alveg, eða framleiðandinn, hann getur alveg gert þetta. En hann þarf bara að gera það. Og vera þá auðvitað með réttar upplýsingar á meðanum sem að fylgir pakkan. Þannig þetta er allt hægt. Kannski eru einhver upplýsingar um það, en ef við erum reyndar að trúa því að það sé réttar, en hvað vitum við? Við erum bara neytendur. Feitir kallar og gellingar. Af því við borðum svo mikið óhollum mat. Sumir. En hver viðurkenni það er svolítið hollustan hjá mér maður að hálfa að vera nóg. Þetta segjum við öll, ekki? Já, við erum hérna í 11. kafla. Farið í hann, ég er búin að tína öllum reikninga af svona maður. Ég er ekkert að standa mig í þessu, það er nú miklu fleiri hérna reikninga, þess að var mér sendt einhver haugum og svo týndi ég hana sendingunni. Finna hann ekki. Þannig að hann sem sendi mér þetta, hann var eiginlega að senda mér þetta aftur. Já, við erum hérna í, já, að 29. versi byrjaði þar bara að þeim dýrum sem skríða á jörðinni skulu þessi teljast óhrein. Mold og varpa, mús, ýmsar eðlutegundir. Ýmsar eðlutegundir, ég týndi því. Ég týndi því það einhvern. Þetta tekur tíma. Eldtegund skrækaðla, kóakaðla, letaðla, salamandra og kameljón. Salamandra hef ég heyrt og kameljón hef ég heyrt en ekkert af hinum nöfnunum. Af dýrunum sem skríða á jörðinni skuli þessi vera ykkur óhrein. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreinn til kvölds. Þetta er mér finnst þetta mjög flott orðað. Kannski finnst þetta nú algjör óþarfi að vera með þetta, en mér finnst þetta mjög flott orðað. En þess að ég sé að hann er bara að leggja áherslur á það sem að honum finnst skipta máli. Það tekur svona til orða, til að hafa þetta klippt og skorið. Og þannig er allt Guðs orð að það er klippt og skorið. Engar öflur á, ekkert ef og mundi. Klippt og skorið. Það er nú þetta sterka við orð Guðs að það er svona uppbyggt. Þetta finnst mér mjög áhugaverð hugsun. Já. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreinn til kvölds. Þannig er hann að tala um einhver dýr sem maður vill ekki að maðurinn snerti. Og hann tekur alveg svakalega djúpt til orða hér og ákveðið. Allt sem þau falla á dauð verður óhrein. Hvort sem það er einhver hlutur úr klæði, úr viði, klæði, leðri eða strega eða hvaða nytsamur hlut sem vera skal. Þeim hlut skal dýft í vatn og verður hann óhreinn til kvölds. Eins og vorum að tala um, þá var hann með þetta alveg klippt og skorið. Pottþétt farðu eftir því eða farðu ekki eftir því. Farðu eftir því og þú ert að byrgja brunninn, hvað því sjálfan var það. Farðu ekki eftir því, þú gæti fallið ofan í brunninn. Það er ekki gott að falla ofan í brunn.
og þú veit einhvers staðar á víðaungi og engi til þess að draga þau upp. Og sumir brunnar eru nú nokkuð djúpir. Já, allt sem þau falla á verður óhreint, hvort sem það er einhver hlutur úr viði, klæði, leðri eða striga eða hvaða nytsama hlut sem vera skal, þeim hluta skal dýft í vatn og verður hann óhreint til kvölds. Þess að þú hreinsar það í vatni og leggur þú svo frá þér til kvölds sem að gefur hann líklega færi á að þorna. Já. Svo heldur hann áfram þessari lesningu. Detti einhver þessara dýra í leirker eða allt, já, detti einhver þessara dýra í leirker verður allt óhreint sem í því og skal kerið brotið. Veist, eitthvað sem að þú mátt ekki eta eða er vond samkvæmt orði Guðs. Það fellur ofan í uppáhaldsvasaðinn, segir það. Þú verður að brjóta og henda hann. Ef þú vilt gera það sem Guð er að bjóða. Þannig að það er ástæði fyrir þessu öllu að þetta er svona og ástæðan er bara árvekni mín, haltu henni. Árvekni. Vertu passa svona. Gættu að því hvað þú ert að gera. Og þú ert með góða kennslu, okkur finnst þetta kannski svolítið öfgar, en Guðsorð er Guðsorð. Ef það tekur svona til orða, þá breytir þú eftir því. Verð það með bara Guði í liði og þú vilt það. Þetta snýst líka það, kæru vinir, að vera með Guð í liði með sér. Jesú í liði með sér. Þetta er eitthvað líka, einhver hugsun sem oft vantar hjá okkur. En með því að kafa svolítið ofan í svona hluti, þá eykst þessi vissa hjá okkur og vitum. Og við viljum gera bara Guðs vilja og sleppa öllu öðru. Og hann er að kenna okkur matinn sem við eigum að borða. Þetta er að vísu í Gamla testamentinu. Kristur er búinn að lýsa alla fæðu hreina, það er rétt, þú mátt borða það sem þú vilt. En breytir ekki því að það sem að orð Guðs er að segja í Gamla testamentinu, þessi klásúla til að mynda, að hún er virk. Hún gildir. Það er nú líka mjög áhugavert að skoða. Og orð Guðs að þú ferð eftir því, svona kennslu, að ég tel að það verði þér til heilmikils skaggs. Þannig það er alltaf ávinningur minn að fara eftir orði Guðs. Þó ekki sé ég undir lögmáli. En mér er heimilt að taka þá kennslu úr sem að, já, til að mynda þessa kennslu. Þegar ég er bara manneskja og maður þarf að borða. Og maður setur alls konar ofan í sig. Á þess að ígrunda hvað býr að baki. Þannig að þetta er allt einhvað sem við þurfum að vita um. Já. Við skulum lesa hérna aðeins neðar. Þegar fénaður sem þið megið neita deyr, verður sá sem snertir hræið af því óhreint til kvölds. Þegar fénaður sem þið megið neita deyr, verður sá sem snertir hræið af því óhreint til kvölds, sem sagt að dýr sem þú ætlar að borða, þú slátrar því. En sjálfdautt dýr er annað mál og hver veit ekki þetta. Við leggjum okkur ekki sjálfdauð dýr til munns, nei við fleygum þeim eða grófum þau eða hvernig sem við eyðum þeim, en við neytum þeir ekki. Það held ég að menn séu nú sammálum að þeir geri ekki. Allavega langar mig ekki sjálfdauða skepnur. Jóna, því hafi ekki verið lætt ofan í mig óvart. Við má sjá, hvað var ég? Hins vegar verður við að sjá allt sem það einhvern til þess að falla á verður hreint. Sjálfdautt maður.
sjálfdautt, við viljum það ekki. Það nú bara eitthvað sem við vitum að við slátrum dýri. Sem sagt, við slátrum dýri, skerðum það á háls og blóði rennur úr því. Finnst okkur þetta vera sóðalegt? Ég veit það ekki. En þetta nú bara gangurinn í þessu, hann svona. Þegar fénaður þeim megi neita deyr verður það sem, Þegar fénaður þeim megi neita deyr verður sá sem snerti hræið af því óreittu kvöld. Já, þarna hann að tala sjálfdauða skepnu. Þú komst inn í fjárhúsið og þar lá ein kind steindauð. Skepnurnar geta líka bara dáið og hjartaslægi eða hverju sem rétt eins og við menn. En hún liggur þarna og því ekki nothæf til matar. Við flegjum slíkum skorki. Og hérna heldur hún áfram. Þegar hræja einhverju þessara dýra fellur á útsæði sem þegar hræja einhverju þessara dýra fellur á útsæði sem á að sá það óhreint. En þú getur samt notað það, en þú þarft að gera aðgerð. Hún hér. Þegar útsæðið hefur verið vætt í vatni og hræja einhverju þessara dýra fellur á það, skal það vera ykkur óhreint. Þú getur ekki notað samkvæmt þessu. Þú bara verður að fleygja þig. Förum við eftir svona. Það veit ég ekkert Ég segi ef þú vilt ekki vera Guði þóknanlegur, þá líka tekur við svona boðskap. Og ég segi það að Guð skóp þig. Og eins og ég var að segja áðan, viti hann ekki hvað þér fyrir bestu í fæðu, hver þá? Við erum með þetta allt saman hérna í bókinni, en við erum kannski ekki að nota þetta svo mjög. En hérna við skulum fara aðeins í aðra sálma áður við hættum þessu. Að þá sem sagt líka í fæða líka einhvað sem tengist trúnni. Í fyrra Korinthubréfi 8. versi stendur þetta 1-9. Þá var að minnast á kjötið sem fórnað hefur verið skurðgóðum. Þarna eitthvað sem að gerast, menn náttúrulega fórna einhverjum skurðgóðum, einhverjum steinum og styttum. Við vitum að öll höfum við þekkingu, þekkingin blæs menn upp eða kærleikurinn byggir upp. Þú má þá geta þetta, þeir uppblástin þekking, ekki það má röki. Þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist þekka eitthvað, þá þekkir hann enn ekki svo sem þekkja ber. En sá sem elskar Guð þekktur á honum. En hvað var það næstu kjöt sem fórnað hefur verið skurðgóðum? Þá vitum við að skurðgóðið ekki til heiminum og að enginn Guðnum einn. Þannig einnig klippt og skorið. Allt á hreinu. Því enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur á himni eða jörðu, enda eru margir guðir og margir drottnar. Þá höfum við ekki nema einn Guð, föðurinn, sem skapa hefur alla hluti og líf okkar stefnir til, og einn drottinn Jesú Krist sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ekki hafa allir þessa þekkingu. Vegna vanans við skurðgóða dýrkun eta sumir kjötið enn sem fórnar kjöt og finnst þeir þá saurga sig því að samviska þeirra veik fyrir. Þeir gera þetta en líður illa af því. Akkur ekki að sleppa því þá bara. Þetta kennsla. Slepptu þessu bara. Ef þetta eitthvað, ef þú valda einhverjum hugsun bara slepptu því.
Þannig málið er að læra, og ef þú vilt ekki læra Guðs orði, sem er rétt kennsla, hvað viltu þú að læra? Ég veit það ekki. Ég vil fara eftir Guðs orði og þess vegna er ég raun að grafa í þetta efni. Og kannski ger ég meira ef við sjáum bara til. En það er komið tími hjá okkur og við kveðjum og Konráð þakka fyrir sig og segir bless.